skemmtir mér. Velkomin í kvöld 2 í úrslitum Íslandsmót deildarliða. Nú erum við að fara stað með seinni, eða umferð 2. Strákarnir verða hérna á 19:20 og stelpurnar á 21 og 22. Báðir leikirnir eru í miðjuumferðinni og hérna nú er þetta sérst heimaleikur IRL og IRTT. Sýnist á öll að verði hérna aðeins breyting á uppröðum. Allan að kemur hérna Einar Már inn fyrir Gunna á PLS. Guðni kemur inn fyrir hérna Siggu. Það er ekki ólíklegt að Skúli Freyr spila vennslu með velliðinu. Hvort það er fyrir þá Hinrik eða Tristan, ég hugsa að það sé Hinrik. Cirka 2 mínútur í að uppbytun eigi að hefjast. Það er alltaf að draga fyrir hérna milli 18 og 19. Almenningur er hérna bara ofan í okkur. En síðan ekkert að frétta hérna á næstu 8 brautum þar fyrir neðan. Umferðin í gær, það voru þannig að það var að spila í stuttum og PLS tók það 12-2. Á stelpunum hafa spilað líka með dim eins og í kvöld. Valkyrjur tók það 9-5. Munum að það þarf fyrir 21,5 stig til þess að hampa titlinum, þannig að tæknilega séð getur PLS klárað þetta í kvöld. En við erum alveg handið svo það að ég er alltaf ekkert að lega á það. Það kemur síðan í ljós núna áðan að stór hópur sem að bókaði hérna á brautur á morgun sem var þess vald að við gátum ekki spila úrslitin á morgun. Hann afbókaði, þannig að það er allt laust hérna á morgun. En nú er komin uppbytun. Stelpurnar eru búin að setja upp liðið, það er Nanna, Guðný og Linda, Míka, Hafdís og Helga. Þannig að það er óbreytt liðið frá því í gær. En svo hérna á strákunum á þetta að hita allir 4 upp í báða liðum. Hinrik núna og Einar Már. Tristan að fara upp. Og Gunni er klár.
Þannig að nú alveg slatti af pörpul í gangi. Svo þetta nú að reyna á eftir að setja skorið á strax í byrjun. Það stenglut að setja það á í gær þegar við var bent á það. Það voru æfing hérna á undan náttúrulega móturinn. Og krakkarnir að leika sér svona síðasta korterið og eitthvað skor upp á skánum sem kemur þessu leikum til neitt við. Svo að hita bara 3 upp hérna hjá TT. Sigga ekki að hita upp. Þú veist hvað fyrir fjólu vera samt að hita upp með þeim. Gunni búinn að hita upp, segði hann sé bara góður, tók hann fellu. Fer að verða hálfnuð þessu uppbytun. Skipta þeir og þær. Áfram í meitra getur út og í deildinni.
Ég er að skipta mig til þjóðstofn. Vönnuðu þið Purple í Íslandsmótið með fólkum? Minnir ekki. Mér minnir ekki. Nei, var okkur. Nei. Það var ekki bara Allan tvímenni, ekki. bara einstaklinga og rigg. Já. Það er verið að spyrja um Purple bannið sko. En riggið kemur í rauninni tækninefnd per se ekki við, þannig. En það verður harnesregla. Það verður Harnesregla þar inni. Og öllu líkindum, þó við séum hérna í streyminu og tala um eitthvað allt annað, en hérna öllu líkindum þá voru líka hérna athugun á kúlum, næsta ríkið. Og ball inspection, já. Það er eitthvað sem á að taka upp bara á túrnum almennt við. Annar mál. Kemur í ljós, spennu. Heyri, já. Við erum að tala um eitthvað allt annað heldur en það sem er að fara í gang. Við erum í streyminu, sko. Já, fylgjurinn hér, ég tók ekki eftir. Það var það bara einn tíma en það var bara ekki. Það er rétt mínúta eftir af upphituninni. Og leyfum þess að byrja. Við sjáum að þannig að byrja að fara að spila stráka megin. Sagði ekki að ég nefndi ekki verið að tala um þetta karla og kvenna megin. Bara strákar og stelpur. Vitum með PLS. Og grunum að þetta verði mikið Einar Haffi í þessari röð til þess að byrja með. En við grunum að Adam Tristan Skúli, þannig að það voru örugglega Adam síðastur og bara spenning bara á undan Skúli eða Tristan, ég held að Skúli var á undan. Annars veit ég ekki neitt um það. Stendur fyrir. Við erum að liggja í svo. Svona frá það ekki. Ekki eftir við fyrir að segja. Já, málega er að nú erum við bara það er svakalega móta þetta. Og það ætlar Tóta að fara með kjörseðilinn upp yfir. Skrifa. Mikið byrjar, grunnaði það. Hann endar í síðasta leiknum. PLS hliðrar. Og hérna Valkyrjurnar eru að hliðra, það eru út á vellum. Adam byrjar. Ok. Sagði hann, ég veit ekki neitt. Adam Skúli Tristan. Það er
þannig. Og sem ég grunaði að Mikki Einar Hörður. Fór þetta inn. Og við leiðum þessu bara að rúlla þangað til að við erum komin eitthvað inn í leikinn. Þá kem ég og byrja eitthvað meira og setja skorið á. Svo allir sjá þá er þetta bara alls ekki skorið, lögðu það. Þó að standa þarna player 1, Adam player 2, þá er þetta bara því að þeir byrja að spila áður en að nöfnin eru komin inn og Leintók er bara einfallega ekki fljótar að pika þetta upp. En fylgjast með því.
Herðu, loksins komið þetta í gagnið þetta Lindog dæmi. Þannig að við sáum á rétt spor hérna hjá okkur í þessu. Kíkjum samt aðeins áttur inn á þetta þegar að hérna við erum bara að koma aðeins inn í inn í leikinn. Við erum klárar á 4, hann er komin í svona aðra máta.
ekki. Það ekki? Það vinni eina. Hvernig stóð þetta upp? What? Þá er það 8. rammi kominn. Ég er 11 með 5.4 og PLS er með 4.78. Þetta eru tæplega 80 finnar. Adam er að vinna á 2.78 og Tristan er líka að vinna í 2.77. Og meðan aðeins rólegra PLS megin. Þetta er svo sem rímar alveg við það sem að
Paffi sagði lók streymi sem það gæri. Á konunum þá er það TT í 4-11 á móti 3-94. Ég er hérna hann opnar hérna í 9. Þannig að Mika er að taka hann leik og Guðni og Linda eru yfir í sínuveikum þannig að þetta getur verið bara 3-1. Á meðan að stefnið vera í 4-0 fyrir IRL. Come on! Já maður! 2-0. Hver að skora Bruno Fernandes? Hver skoraði? Já, hann, númer... Skrítið þannig 7-9 Lena. Eiginlega beint í vasan. Helga lokar þessu, getur máli, þegar ef að Linda lokar ekki þá er Helga komin yfir. Nú lokar. Linda er hérna 6 spinnum yfir fyrir 10. ramma. Já, Kristall ætlar ekkert að gefa neitt eftir í þessu leik.
Adam missar hann í rönnuna. Endar í 2.35. Mikkelsen bara í 2.25. Ekki það. 2.15. Mikkel spila 173 mútið 148 hjá Nönni. Tveir 15 eitthvað. Skúlur missir tíðina. Endar í 2.17. Þetta er dýrt. Það er að klára þetta. Halda hildinni í leiði líka. Einar ekkert með náðu þessu. Það er engi skilur neitt. Guðni er bara í 178. Hafdís 136. Tristan. Hann hefur fengið eitthvað gott að borða í morgumat. Guðni klárar þetta 2.78. Helga fær 7. Það var svona 190. Linda fær líka 7. Það er að fara í 206 pinnum yfir. Var og er. Tristan. Það er í 277. Konir í 719 fótabunni, hérna IRL og PLS fer bara vestala í 6.20 eða svoleiðis. Endalokkar, sama Helga gerði. Við það klára þetta, 277 spila 7.29. Helga skallaði í lokin. Linda var ekki nema 5. Hún tekur bara þetta líka. Alveg eins og Helga gerði, bara gerði nákvæmlega það svona. Ekki meir en þurfti.
524, 503. Já. Ég hafa 222, 628. Stöðan inn þetta smá á Facebookinu undir postinu með tilkynningum hvað streymið er. Sýnist öll að það sé bara óbreytt lið. Það er bara að vera hérna útileginu, Haffi byrjar. Og þá Helga hjá Valgerjum. Allt óbreytt, komum aftur inn á eftir.
way. Okay. Staðan er komin inn á Facebookina fyrir það sem vilja kíkja á hana. Bara inn á Keilusamband Íslands, finnið postinn þar sem að streymið er auglýst og þar er komment undir.
Það var alltaf eitthvað, það er eitthvað sem tók hérna myndavélunum bara úr sambandi. Þannig að hún datt út, streflaus. Þannig að við erum komin inn aftur.
Geggjaður bolti. Breykið Hell yeah. Aðeins minna þeir skiptir.
Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Öppna! Kom igen. Það er ekki hans hvað er að frétta með vélina, græðins. Þetta er eitthvað power issue.
Kíkjum aðeins hérna á hvernig þetta gengur. Þetta eru hörkulæti kalla megin. Og ég ætla þess fór heldur betur að staða á hann, látum. Og það eru 4.97 á móti 4.67 á 30 finnum. 130 eftir að gera og hann er að vinna á tveimur föllum. Einar 2.7 og 7. Hvernig meginn Nanna er yfir 20 finnum eða 80 finnum. Míka er 11 finnum yfir og Linda er yfir Katrínu Fjölva. Sjáum hvað Tristan gerir hérna. Hann er svolítið að vinna á 2.79. Það er ámyndin á því. Þá er hann að bæta sem 2 pinnum. Ekki nema. Þetta er bara jaft hjá þeim sko, fjöldin fyrir að segja. Hafþór er 8 pinnum yfir Adam, báðir á felli 8. Mikki og Skúli með opið en Mikki með 30 pinn á hann. Tristan með 20-30 pinna á hérna á Einar. Tengir. Helga opnaði í 9. Sömulegis Nanna. Guðný. Tekur 7. Tekir. Hún er eitthvað 10 pinnum. Þess að Guðný 10 pinnum á eftir líka. Hún lokar. Ekki svipaðist að þegar hún fór að staða sama tíma. Þetta var þar eftir Katrínu 7-10 var að vinna á 2 völlum. Linda lokaði, þannig að Katrínu hefði þurft þetta til þess að
Halda fram að vinna á. Stelpurnar eru að fara inn í 10. Þetta Helga 18 pinnum á eftir Nönnu. Þurfti þetta til að setja ykkur á pressu yfir. Svo þetta Nýjan eftir. Sjöglana. Þannig að Nanna komið þennan leik. Saman hvað hann gerir. Það var bara sækja finnuna. Helga kastaði á milli. Skora og þröngu færi verður sagt í fótboltanum. Tristan Ásnar. Nýjan, hann 189. Og Þór, þetta við. Þannig á Adam að finna komið með leikinn. Inga lokar, þannig að hún að klára sinn leik á móti Guðnýju. Það fyrir svo að það var í 2.43 móti 2.15.
fekk klára það. 2-4-3. Þetta er áhugavert. Þegar það var að fara 3-1 á tölubundi fyrir DFS. Lindafellir er að taka sinn leik, komin í 402 nú þegar. Komið á 2. Það er 205. Getur farið í 245 strækkar út. Þetta 69 á Katarínu Völu. Og Linda með 3 í röð. Eitt fyrir TT sínist mér þetta. Já, vel svarað hjá Tristan. Geta fyrir þetta. Hann er kominn sem leik. Eina með 9, 5 eftir. Áðan sagði ég að Valkyrjur eru óbreyttar sem er eitthvað bara endemist þvæli mér. Katari Fjóla kom inn á fyrir HTC og hún ætlar að klára við þeim. DFS er að fara í 6, 9 og 8 upp í 6, 6, 5. Tveir 4-5 hjá Tristan. Já, 2-10 hjá Ennari.
Það er óbreytt hjá strákunum, hann hefur komið inn á eftir í 8. Sýnist bara Vindavélin hafa farið alveg í höngla við það vera tekinn þarna úr samband áðan. Það verður bara að vera þolinmóður en að tróðin inn þegar þetta er svona út.
Kemur. Yes, sir, boy. Open niya, boy. Come on.
Come on. Ég kom með stóran þarna. Kíkjum hérna aðeins á stöðuna þar sem að koma það var svo djátt hérna fyrir þennan leik 11-11 heildarstiga talan hér það er vel að þokkalega farin í gang. Það er einhverjum 20 pinnum yfir hannu. Bunni er 10-15 yfir hérna. Yfir Helgu eins og hún hvað hún gerir. Helga var með fella á þann. Katrín opnar, hlaupin hann inn. Og líka opnaði hann og hérna við höfum hlaupið þá Lindu inn í leiki líka. Þannig að þetta getur farið allavega. Það er 6 stig náttúrulega eftir í pottinum. Skynast nú TT taka Hildina. Þetta verður aftur bara alveg út í enda. Einar er komið 6 í röð. Hann þetta líka til að taka þetta. Það fór í einhverjum 20 yfir hérna Skúla og Mikki 10 pinnum yfir hérna Kristali. Það lítur út fyrir að þessi fari 4-0 fyrir PLS og þetta hildar heildina líka. Og við erum þá komin í 21 stig. Það er bara hálft í viðbót. Linda svo fellir í 9. 184 á henni.
líka 185 ef hún veikir þessu. Það er náttúrulega að vinda með fjölluna. Þetta er öruggt. Stífla á 19. Það var náttúrulega einhvað að þessi hefði farið í rennuna, sko. Hvað er þetta? Núna. Bara 92 á fjöllinu. Hann verður að feikja. Sem hún gerir. Og þarf 8. Uppvaldi. Uppvaldi. Mótið 192. Það líkur að því að TP taki leikinn og þá heildina. Aftur 19 stifluð. Eða bara ennþá. Helga feikir. Það er í 1.80. Uppáttökunni en 9. 188 komið. Þessi fór út í línu, 176. Guðni, það er 5.53 á móti 7.5 í fyrkambátt. Það fyrir að vinna á 4 í röð.
Það leit ekkert illa út hjá henni sko, hann er mikil. 6 glemma. Guðni ágætis bolta 199. 5.33 segir ég. Og 2, 199, 567. Linda þarf svo sett 1 pinna til að vinna leikinn. Hún tekur 8-3. Það er því að taka seinni leikinn 4-0. Ætti þá að 7 á móti þetta. Þetta er 2.14 hjá henni, 6.08 leikur hjá þeim, 16.99. Það var allt komið í hús. Strákarnir, Einar Sæfjörn. Það er að taka 7. röð, Vellir í 9. Adam, hann er bara ekki roð í þetta. Það er 9 eftir. Það er eiginlega hálf mikið grín sko, það er tómt húsið hérna og braut 15 leið út. Húsið er tómt. Við loka þessu.
Og 10. á minn. Þetta fyrst upp. 10 eftir. Eina var með fullu í fyrsta, 8 glenna, 1 í öðrum og svo bara ekkert nema X. Sjöðan eftir. Þetta byggja þetta upp, einu var að fara í svona 2.55, 6, 4.6, cirka bót. Það er 2,47. Það er að læra að reikna. Sjöðan eftir að hafa og við komum með leikinn. Þrjátíu pinnum yfir. Það er 36. Þetta er 207. Það er svona 20-21 stig. Þrjósta batteri, komið 3 í röð. Hann gæti náð stigi á Mikka.
nema Mikki ákveði eitthvað annað. Ok. Já, þetta var bara beint á. Það var bara komið. Hann tekur eitt stig, þannig að þetta er 3-1. Svo ég eftir, skilur ekki allir að kenna þeim að starffræði mín klikkar ekki, þá er það skorin í 20 stig. Það er Tristan að klára. Við setjum stöðuninn á eftir bara í kommentið eins og áður. Það er ekki alveg ljóst hvort það verði spilað hérna á morgun. Verður bara einfaldlega kynnt inn á klísíðunni. Þá svo að athuga hvort öll lið séu sammála í að spila á morgun. Það gengur ekki öðru sig. Ef einhver er andsnúið í þá verðum við að spila leikinn eins og að búið auðlýsa á miðvikudaginn. Já, staðan gefum bara inn á eftir. Þakka fyrir okkur í kvöld. Reynum að negla rafmagnssnúruna fasta bara í einstökuna á morgun eða hinn, þannig að það sé ekki verið að rífa út úr sambandi. Þannig að þið getum fengið að njóta óhindraðrar útsendingar. En takk í kvöld og við sjáumst.